Við sjáum að stundir og bræður, eins og til dæmis núna Reykjavíkurhátíð að koma og þeir klæða börnum í búningum og stundu þar kynnt á þeim bræður að þetta gleður ekki Guð og þeir segja nei, þetta allt leið, þetta eðlileg, börnin líta vel út í búningu og það ekki illt í Guðs augum. Hversu mikið erum við að misbjóða Guð við að halda erfðakenningu eða hefðum heiminn í staðinn að lífa eftir Guðs orð. Hamingjusamur þá sem leita skilning, hamingjusamur þá sem skilur kennslu, kenningu Guðs. Hamingjusamur þá sem opna leiðina fyrir Guð að hjarta sínum og gera hans vilja. Þeir sem skilja þetta ekki, fólki sem í kirkjunni, þeir sem mæta í kirkjunni, eins og okkar bræður var að nefna, fólki sem búin að vera lengi í kirkjunni og eru ennþá að klæða börnum í búningum, í djöflabúning eða nornabúning. Ég meina Reykjavíkurhátíð það sem fólk klæðir sig upp sem ófreskjur. Þeir sem gera þetta, við ætlum ekki að dæma, við ætlum ekki að gagnrýna fólk eða fara á móti þeim sem gera þetta, en við ætlum að segja við, ef þú vil fá blessun frá Guð, þá þarf þú að gera hans vilja eins og þú getur. Ef þú efast þetta sé ekki illt í Drottins augum eða þetta sé leyfilegt að þú má gera þetta sé ekki synd, ef þú heldur það, þá þarf þú bara að biðja Guð og þú verður að segja við hann, Guð, sýndu mér, segðu við mig hvort það sé rétt eða rangt þetta sem ég að gera, að klæða börnin mín í þessa búningar eða halda þennan dag, djöflahátíð. Það sem þetta hátíð sem haldið vegna djöflahátíð, ég að misbjóða þér, þetta illt í þínu augum, sýndu mér, gerðu þetta. Þú verður að biðja Guð og ef þú vilt ekki fá þennan kennsla frá predikarinn sem í kirkjunni, þá verður þú að biðja Guð að sýna þér. Ef þú með hreint hjarta, ég viss að Guð mun kenna þér, að hann mun leiðrétta þér og hann mun segja, jú, gerðu þetta, ekki gera þetta. Við ætlum ekki að dæma fólki, ný að vera óvinni þeirra. Við ætlum ekki að þvingja fólki að gera eitthvað sem þeir vilja ekki gera. Við ætlum að kenna. Það fólk sem mun segja að þeir vilja gera þetta samt. Að því börnin minn langar að klæða því í búningu. Þá hef ég kennt bræður að ef börnin langar að fara í búningu, þá má þú hvaða dags ársins sem þá má halda búningsafmæli fyrir þú börn sem langar að fara í búningu. Til dæmis ef hann á afmæli, þá má gera svona búningsafmæli, ekki segja að það kostar mikið. Það sem þú má gera heima hjá þér, bjóða 5 eða 8 krakkar, það fer eftir hversu mikið fjármagn þú hefur fyrir þetta. Þá getur þú bjóða þeim í mat eða smá réttir, snacks, bara eitthvað lítið, eins og ís, nammi og ég veit að allir krakkarnir munu vera mjög hamingjusamir. Það má gera líka búningskeppni, að sjálfsögðu munu allir vinna og við gerum það að því þetta eru börnin sem langar að klæða sig í búningu og kannski búin að bjóða honum aftur í búningaafmæli. Það mjög fallegt. Þeir bara að klæða sig í kvölpa eða lítil bánsi, prinsess eða prins og það best að klæða börnum í búningu aðra dag, ekki daginn sem haldið alþjóðaleg djöflahátíð. Að því að við verðum að vera með ágáfu fyrir Drottins kenningu og ef þú efast það, þá verður þú að biðja Guð og hann mun sýna þér. Ef þú spyr hvort þetta sé rangt samkvæmt Biblíunni, jú, þetta rangt samkvæmt Biblíunni, en við ætlum ekki að þyngja þér að hætta að gera það. Ef þér langar að gera það, það fer eftir samvisku hver og eins.